Geðræktarkassin fyrirbæri sem margir þekkja. Hugmyndin að geðræktarkassanum kom upp í tengslum við forvarnaverkefnið Geðrækt sem lýðheilsustöðin hýsir nú en upprunalega hugmynd Elínar Ebbu Ásmundsdóttur iðjuþjálfa. Hugmyndina sótti hún í hjartnæma reynslusögu konu sem var uppi aldamótin 1900 hér á landi og þurfti að láta frá sér 8 af 10 börnum sínum eftir að maður hennar og faðir barnanna lést. Nú á þessum tímum sem neikvæðar hugsanir eiga auðvelt með að ná tökum á okkur höfum við fengið Elínu Ebbu til að segja okkur frá tilurð kassans og til að minna fólk á gömul bjargráð eins og geðræktarkassan sem reynast góð á ögur stundum. Velkomin Elín Ebba. Takk. Með geðræktarkassan með þér. Já. Sem nú bara svona skókassi heima til. Og eins og Þórhildur sagði á þessum tímum að þá svona eiga neikvæðu hugsanirnar auðveldar aðgengi að okkur og við þurfum eitthvað svona uppbyggilegt. Og þú ert með að geðræktarkassa hérna sem að þú ætlar að segja okkur svona hvernig við getum í rauninni nýtt í dag bara allar fjölskyldur landsins. En sagan á bak við kassan til að byrja með. Já, sagan á bak við kassan eins og sagði hann Þórhallur að það kona sem missir manni sem frá 10 börnum og hún þarf að gefa þau frá sér. Og í þá daga var engin svona samtrygging eins og við höfum í dag og þá var ekkert verið upptekin af því að börn geti fylgt systkinum sínum heldur voru sett 1 og 1 á sitt bóndabæinn. Og hún þarf þarna í miklum hremmingum að hugsa sér hvað getur hún gert. Og líka það kemur svo sterkt upp þetta móðureðli að maður hugsa líka núna svo í dag, maður hugsa hvernig get ég látið þetta hafa sem minnst áhrif á börnin það sem að gerast. Og hún hugsaði með sér... Þetta voru börn öllum aldri? Já, þetta voru öllum. Hún hélt 2 yngstu, sko. Já. Og svo, sýnir hvað sköpunarkrafturinn kemur í svona aðstæðum að hún þarf í rauninni, það enginn sem getur bjargað en hún þarf að bjarga þessu sjálf. Þannig að hún útbýr einhvers konar skrín sem ég veit ekki hvað var gert í þá daga. Það sem hún setur upp hluti sem að minna börnin á hvað þau áttu góðan tíma saman, þegar þau voru fjölskylda eitthvað pappa þeirra og svona. Og svo þegar hún þarf hún að fara með 1 og 1 barnið og gefa það frá sér. Þegar hún í túnfætinum og að kveðja það, þá réttur hún þeim þetta skrín og segir ég veit að það muni vera erfið tíma framundan og ég veit að þú myndir sakna mín alveg gífurlega og systkina þína en ég ætla að láta það hafa þetta skrín þegar þið líður illa og neikvæðar hugsanir yfirtaka þig, farðu einhvers staðar undir fjósvegg og farðu í skrínið, taktu upp þessa hluti. Þeir eiga bæði að minna þig á okkur en líka ég mun koma og sækja þig. Þú mátt aldrei gefa vonina að ég kom og sækja þig. Og þessi kona, hún hafði svo mikið hugvit að hún til og með reif skyrtu eða einhverja tusku eða eitthvað sem var lykt af henni og setti í hvern kassa og sagði ef þú gleymir hvernig ég lít út þá skaltu þefa og þá kannski kemur myndin freka fram. Það alltaf hægt að gesta þetta okkur. Ég get svarað, jæja. En ástæðan fyrir því að ég fæ þessa sögu til mín er það að pabbi minn kemur undir á mjög óheppilegum tíma. Mamma hans gat ekki átt hann. Og hún að vinna með einum af þessum systkinum þegar þau að safna saman öll upp á Akranesi, þau keyptu sér hús saman og söfnuðust öll svo saman. Og hún kynnist þessari konu sem veit í rauninni ekkert hvað hún að gera og segir mömmu sinni frá þessari konu sem ólétt og getur ekki átt barnið, hvað þau að gera. Og þá segir þessi sama mamma þessi konu sem það þurfti að gefa börnin frá sér. Við skulum taka þetta barn að okkur og þetta barn verður sameiningatákn fjölskyldan því nú erum við öll komin saman og sameiningatáknið pabbi minn og öll þessi systkini náðu háum aldri, urðu yfir nírætt, urðu öll við helsta heilsu, líka geðheilsu. Og svo þegar við vorum að byrja með þetta geðræktarverkefni, þá var náttúrulega verið að geða orðin 10 sem svona setningar sem við getum tileinkað þér, en mér fannst líka okkur vantaði eitthvað áþreifanlegt og við getum sett þetta upp á nútíman. Og þessi saga er mitt í öllu auðvitað þessu efnahagskrísu einhvern veginn kjarnin í henni bara hvað skiptir máli. Já, líka við höldum okkur virkar eins og hún gerði. Hún var virk, hún gafst ekki upp. Hún þurfti að nota mikinn tíma að útbúa hvern kassa
og líka að nýta þennan sköpunarhæfileika sem við allir Íslendingar höfum, að við hljótum að geta fundið lausnir og líka, ég held að skipti líka rosa miklu máli núna að við fáum einhvern hátt að taka þátt í þessu, að við sitjum ekki heima með hendur í skaut og bara bíðum, það verða allir og ég náttúrulega þegar ég hef verið að vinna í geðinu þá hef ég verið að benda á að þeir sem eru með skerta starfshæfni að allir sem vilja leggja eitthvað á mörkum eiga að fá að leggja mörkum og líka þeir sem eru náttúrulega sko fólk núna er að missa vinnuna sem hefur fulla starfsorku við verðum líka að nýta það fólk á einhvern hátt. En hvaða ráðleggingar hefur þú mitt fyrir bara þá í dag sem að standa frammi fyrir því að vera að missa vinnuna sína og eins bara fólk sem á erfitt og hvernig getur það til að mynda nýtt þennan kassa sem sko ég meina sem svona sniðugur? Nú er að koma jólin og kannski þetta kostar ekki neitt, þetta getur verið bara skókassi og fólk hefur gert límmyndir og það er heklað og prjónað í kringum þessi alls konar útgáfur en að kannski koma saman og setja hluti upp í kassan setja hluti sem það veit að hefur áhrif á hugsun og það er svo mismunandi eftir einstaklingum ég til dæmis með gömul ástarbréf frá manninu mínum og hann er leiðilegur við mig þá les ég þau aftur til að minna mig á sko hvað hann elskaði mig heitti henni leiðilegur og hérna til dæmis er sko sýni líka þetta er önnur kona sem er með mjög mikið vit sko að hún var svo þunglind og hún komst ekki afmæli mitt þannig að hún sendi mér svona kort í staðan og þetta er röntgenmynd af tönnunum á henni og inn í kortinu stendur sko hún treysti sér ekki afmælis mitt af því að hún er hún náttúrulega var að kljást við þunglindi en með þessari mynd af mér færði að sjá minn innri mann ávallt brosandi og ég get ekki annað en hlegið ég get ekki annað en og svona getur fólk safnað sko. En leggur til í rauninni að fjölskyldurnar komi saman og búi til svona kassa saman þar sem að við setjum okkar minningar í eða hvað sem er sem minnir okkur á þetta jákvæða? Já, ég meina við getum gert það og við getum líka átt einhverja gamla frænku eða nágranna eða ömmu sem við getum útbúið svona kassa, við getum líka gert það fyrir vinnufélagi sem við erum kannski að missa, við erum mörg að missa vinnufélagi sem er sagt upp að safna minningum og setja í kassa þarna verðum við bara að nota sköpunarkraftin en það er eitt sem ég vil benda á núna sem við erum að passa okkur það er ef við sjáum að einhver er að einangra sig og ekki sko kemur út að þá að reyna að koma fólki og virka það og ég segi þó að sé verið að virka í mótmálagöngur eða eitthvað þú veist bara vera ekki heima einangra sig og detta í svona neikvæðar hugsanir Þú veist einmitt að tala við í dag akkurat þá sem er að vera atvinnulausir og hvað það skiptir miklu máli að þeir halda áfram að virkja sköpunargáfuna sína Lýstu þið aðeins fyrir svona Nei, ég meina sko það er svo fullt sem við höfum í þessu samfélagi núna eins og bara láta gott að okkur leiða til þeirra sem að eins og sko að hafa möguleika að við getum öll tekið þátt í samfélaginu. Það er það sem að, sko, ég get ekki undirstrikað nóga mikið að við fáum að taka þátt. Og ef við getum ekki unnið, að við fáum að taka þátt á einhvern hátt, leggja eitthvað fram á mörkum. Og það er svo ótalmargt sem við getum gert bara svona á milli fólks. Bara næsti nágranni og ég mætti því bara hérna í Bónus þegar við vorum nýbúin að vera með faðmlögin hérna á menninganótt niður í bæ að þá er ungur maður sem býður með mér í Bónusröðinni og hann hafði tekið eftir þessu og hann sagði veistu það, mér langar svo til að faðma þig og þarna í langri bifröð í Bónus er ungur maður sem faðma konur sem mig og ég bara, þú veist, það bjargaði deginum, þú veist, nota svona, gera eitthvað svona óvænt. Þér finnst það svona gerandakassi og það er bara alvar á bakvið og ég meina þessi saga auðvitað segir okkur og sýnir að þarna, þessi kassi sem hún hannaði móðurinn þarna átti stóran þátti því væntanlega að börnin eins og segir heldur geðheilsunni í gegnum þetta alls saman. Já sko ég fekk að heyra ótal útgáfur af hvernig þessi kassi hefði bjargað þeim af því þetta urði allt afa mínur og ömmur sko. Jú. Þannig að þetta fór eitthvað undir vitundina og svo kom þetta fram að það fór ekki á milli mála að þessi kassi hann skipti miklu máli af því þau misti ekki vonina. Þau misti ekki vonina. Já, og misti ekki heldur góða minningar sem skipti miklu máli. En því finnst það svona kassi þurfa að vera til að hverju heimili í rauninni svo sjúkrakassi? Já, sko við notum sjúkrakassi til að hreinsa svona sár, okkur dettur ekki í hug að láta sár vera óhreinsað og við eigum að hreinsa hugsanir, alveg hreint og nota sömu verkfæri. Glæsilegt. Takk fyrir þetta Elín Ebba. Við vonum að við bara förum á góðu fordæmi og búum til svona kassa. Já.